Jæja. Komið sæl. Einhverju spurningar áður en byrjum? Ok, í dag ætlum við að taka quicksort, eins og við vorum búin að nefna. Eitt þekktasta reiknirit sögunnar. Í síðasta tíma sáum við hérna merge sort, ekki satt, og í þessum tíma quicksort. Bæði af þessum reikniritum er notað í Java til þess að raða annars vegar hlutum og hins vegar grunntögum. Og við vindum okkur bara strax í þetta. Hjartað í þessu er svokölluð skipting eða partitioning. Það sem það snýst er að við veljum eitt stak til að vera svokallaður pivot sem við getum þýtt á íslensku sem veltistak. Og síðan ætlum við að skipta fylkinu í kringum þetta veltistak. Það er að segja, það var annars vegar öll þau stök sem eru minni en þetta stak og hins vegar þau stök sem eru stærri en þetta stak. Og við færum fyrri stökin færum öll hérna vinstra megin og stærri stökin verða öll hægra megin. Og þá erum við búin að brjóta verkefnið upp í 2 minni hluta sem er þá upplagt til að nota endurkvæmni til þess að klára. Ef við erum með jafngild stök, þá getur þau verið báðum megin, sitt hvorum megin, hvort sem er. Og það er góð ástæða á hverju það er sem við förum í. Þannig að partitioning á að skila fylki, ef við skiptum í kringum stækið x, að þá á það uppfylla þá eiginleika að stökin sem eru vinstra megin með x verða að vera minni en jafnt á x. Og þau sem eru hægra megin með x þurfa að vera stærri en jafnt á x. Til að mynda, segjum sem svo að þetta sé fylki ef við notum 10 hérna sem skiptistak, þetta græna stakið. Hvert af þessum fylkjum er núna möguleg útkoma eftir að partitioning hefur lokið vinnslu. Og þeir fáið 4 möguleika, bara A-fylkið, A og B-fylkin, A, B og C-fylkin eða A, B, C, D. Nú komum við ykkur. Já, takk ykkur tíma, ákveða þetta, ekki hlusta á aðra, ákveða það sjálf. Ok, hver margir segja svarið sé bara A? Hver margir segja að svarið sé A og B? 2, 3. Hver margir segja A, B, C? Dálítið fleiri. Hver margir segja A, B, C og D? Ok, hvað með þá sem rétt ekki pent? Hvað segir þið? A er nokkuð ljóst, vegna þess að hérna er fylkið með þessa raðað að lokum. D er líka ekki erfitt átt að sjá. Á hverju er D ekki gilt? Akkurat. Fjarkinn hérna er hægra megin að verður að vera vinstra megin. Það er minnir skiptistæki. Hvað með hinn 2? Meiri hlutinn sagði A, B, C og það er rétt. Hérna í B, þá eru stökin hérna minnin. Þau sem eru hægra megin eru stærri en þau eru ekki réttur í röð. Í C, kannski mest trikki, þau sem eru minnin eru vinstra megin, þau sem eru stærri eru hægra megin, en síðan er þetta stak sem er jafngilt. Hvor megin á var það verið? Öðru hvoru megin, skiptir ekki máli, akkurat. En rétt svar er A, B, C. Ok. Þetta er það sem við nýtum okkur sem svona kjarnin í þessu reikniriti. Þannig að þetta hefur það eiginleika að þegar við erum búin að framkvæma þetta partitioning, þá er þetta veltistak komið á réttan stað í fylki. Takið eftir til dæmis
Þetta ein möguleg niðurstaða. Á hverju þetta komið að rétta stað, vegna þess að við getum síðan raða restina af þessu fylki 5, 9, 10, 4 þannig að þau séu öll í réttri röð, allt fylki sé í lagi. Það gildi hvort sem að þetta var 4. stækið eða 5. stækið í fylkinu. Á hverju þetta hjálplegt? Vegna þess að það þýðir það, já ok, það náttúrulega mjög þægilegt að 1 stæk sé klárað. En það ennþá mikilvægt þessi seinni eiginleiki sem sá að við getum síðan leyst verkefni sem vinstra megin óháð því sem hægra megin. Vegna þess að við vitum að öll stöki sem vinstra megin, þau verða héðan frá vinstra megin. Og þau sem hægra megin, þau fara ekki út fyrir þetta veltustak. Þannig að þegar við ætlum síðan að framkvæma skiptingu, eða partition, á til dæmis vinstri hliðina, þá dugur okkur að gera það bara innan þessa svæðis, hérna vinstra megin í 10. Við förum ekki út fyrir þennan eldri pivot. Sem sagt, þetta eru þessi 2 eiginleikar og þá þetta reikniritið, ég get kallað þetta partition-based sorting, röðin sem byggist á skiptingu. Við notum fyrst partition til þess að skipta fylkinu upp í 2 hluta út frá einhverju ákveðnu veltustæki. Veltustæki endar í hólfi jóð. Þá sitja eftir 2 hlutar frá byrjun að J-1 og frá J-1 upp í enda fylkisins og það leysum við endurkvæmt á sama hátt. Af hverju virkar þessi reiknirit? Já, má segja að það stafar út af þessum eiginleika, veltustækið eftir þessum umferð, þá endar veltustækið á réttum stað og þau stök sem vinstra megin eiga heima þar. Og þannig að fyrir hvert partition sem við framkvæmum, líka í endurkvæmukollanum, þá verður 1 stag sem endar á réttum stað. Þannig að á endanum enda öll stök á réttum stað. En svo hinn eiginleikin, þetta með að því þetta minnkar, þá hugmyndin svo að þetta verði nokkuð hraðvirkt. Besta tilfelli væri að þetta skipti þessu í 2 jafna helminga, helmingur vinstra megin, helmingur hinum megin. Það ekki alltaf þannig, en það ekki langt frá því að meðaltali. Ok, það sem þarf að gera til þess að fylla upp í þetta, til að gera þetta að gildu reikniriti, að ákveða 2 hluti. Hvaða stag notum sem skiptistag og hvernig förum við að því að framkvæma þetta partition. Hérna í reikniritum þá notum við eftirfarandi útfærslu af þessu reikniriti, þessu quickroot-reikniriti, þar sem við veljum alltaf stagið lengstar sem vinstri, semst fyrsta stagið í fylkinu, notum það sem skiptistag. Til að nota framkvæma partitioning, þá notum við ákveðan útfærslu sem heitir kallað Sedgwick two-way partitioning. Þetta annar bókarhöfundurinn sem hefur stúderað mikið nákvæmlega hvernig quicksort virkar og hvernig þetta fá hana til að virka sem best. En áður en við byrjum að því að raða, að þá framkvæmum svona stokkun, við stokkum fylkið. Ástæðan fyrir því er reyna að tryggja það að skiptingin verða alltaf sem jöfnust. Það lykilatriði upp á þessu greiningu sem við framkvæmum. Skoðum þá hvernig þessi two-way partitioning virkar. Hugmyndin svo að við erum með 2 vísa, I og J,
og I byrjar rauninni fremst, það er eftir veltistækinu og J byrjar aftast og svo færast þeir alltaf nær og nær þar til þeir mætast og þá erum við búin að ganga í gegnum öll stökin og skipta þeim upp. Þannig að I-bendirinn, hann byrjar fremst og svo lengi sem hann er að vísa á minni stök heldur en veltistækið þá þarf hann ekki að færa sig frekar. Sama skapi með J-bendinn, svo lengi sem hann vísar á stök sem stærra en veltistækið, þannig að þau eru semst réttu megin þegar, þá færir hann sig inn á við. Síðan skiptum við á þessum tveimur stökum. Við ætlum að skoða hérna demo sem við finnum af vefsíðunni. Sjáðu að það eru nokkrar útfærslur af þessu partitioning. Such way two-way partitioning virkar svona. Okkur gefið þetta fylki upphafi og við færum I frá vinstri til hægri á meðan stæki sem það bendir á sé minna heldur en veltistæki. Hvað gerist þá núna með I? Hvar stoppum við? Við stoppum hér af því að I núna stærri en það jafnt og K-ið. J-ið fer áfram og það fer áfram vegna þess að X-ið stærri en K. Loks komum við að C sem minni en K og þá framkvæmum við þessu skiptingu. Skiptum á af I og af J og eftir situr þetta hér. Þetta einu umferð. Ein ytri umferð. Þegar við vorum með þetta, skiptum við tveimur. Síðan höldum við áfram á sama hátt. I-ið færist innan við og endar á því að benda á hvað? T, akkurat. Það fer fram hjá A-inu. J-ið bendir á I, akkurat. Q-ið stærra en K, M-ið stærra, I-ið minna, þannig að þá skiptum við á þeim tveimur. Svona höldum við áfram, E-ið minna en K, en ekki L-ið, U-ið stærra, P-ið stærra, L minna, þannig að þá skiptum við. Og hérna höldum við áfram, en hérna gerist ekki neitt vegna þess að I endar hérna, J endar hér, og þá endum við á því að við erum komin með bendana á hérna, þau eru að krossa því yfir hvern annan. Þegar það gerist þá endum við á því að setja veltistækið á réttan stað. Og hvar á það heima? Jú, þá heima hérna það sem að J bendir á. Þannig að við skiptum á K og E og núna situr þetta eftir sem útkomar. Og takið eftir öll þessi fimm fyrstu stökin eru minna en K, þau sem eru stærri en eru öll hérna hægra megin. Spurningar? Er þetta á hreinu? Þetta lykilatriði í þessu. Hvernig þetta partition virkar. Já. Þið finnst þú of einfalt kannski. Það er ekki bara partitioning sem er besta reiknialternar. Það er allt reikniritið. Partition er hérna grunnskrefið í reikniritinu. Ok, þannig að þá kemur spurning til okkar, hvað framkvæmdum við marga samanburði í þessu ferli? Hugsið nú. Hvað bárum við saman mörg stök?
Fyrir ekki? Það er rétt í kringum n, já. En nú vil ég fá nákvæma tölu fyrir akkurat þetta fylgi hér. Já, eitthvað svoleiðis. N-1, já, á hverju er það? Það er veltustæki, eitt stæki og við berum öll hin stökin saman við veltustækið. Það væri rökrétt. Það er reyndar vantar aðeins upp á þarna. Hvað gerist í lokin? Já, en það er ekki samanburður. Alveg í lokin þá, þegar þeir krossa, þá erum við áfram að bera það saman við. Þannig að í lokin til dæmis, þá látum við af I hérna berum saman við þetta ló. Þetta síðasta hérna, það er borið saman við hérna, skiptistækið. Og líka af jóð, það er líka borið saman við skiptistækið. Þannig að raunin þessi tvö stök, það er nú eitthvað dulafullt við þessa mynd hérna. Þessi jóð og I hefði átt að vera hlýðra hérna til hægri. Já. Lagfærum það ekki núna. En pointið er að við rauninni bætum við tveimur hérna í viðbót, hérna alveg síðast með að hvernig þetta er framkvæmt. Þannig að þetta er nákvæmlega n+1 samanburður. En réttu hugmyndin er alltaf þessi, já, það er það bil n stærðin á fylkinu sem framkvæmum til þess að framkvæma þessa röðin. Svo sjáum við að eftir því sem við höldum áfram, við síðan kallum endurkvæmt á reikniritið fyrir það sem er vinstra megin og það sem er hægra megin og þá náttúrulega taka samanburðurinn minni tíma þar vegna þess að þessi bútar eiga að vera minni. Og vonin er svo að veltistækið endi þetta í miðjunni. Hérna er kóðinn fyrir þetta. Nákvæmlega. Þannig við höldum áfram, við erum hérna með óendanlega lykkju sem við hoppum út úr þegar að þessi bendar hafa mæst. Í hverju umferð þá færum við í bendin það er að segja, við berum hann saman, stækið sem hann vísar á, við veltistækið sem er afló og meðan að stækið hérna er minna heldur en veltistækið, þá færum við þennan í-bendi til. Við þurfum síðan að passa upp á það hvað gerist ef við erum komin út fyrir fylkið, komin út að lokum og þess vegna er þessi samanburður hér þar til viðbótar. Síðan að samskonar lykkja fyrir jóðbendin til að fara hann inn á við og samskonar samanburður við til þess að athuga hvort að við séum komum út að enda. Síðan tekum við hvort að pointerinn hafa mæst, ef svo er þá þarf ekki að gera neitt. Ef ekki þá skiptum við á þessum tveim stökum og höldum áfram. Já. 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 Já, akkurat. Munið að þetta er akkurat að við spyrjum hérna. Fyrsta lagi framkvæmum við plúsum fyrst. Þannig að við gerum henni I++ og síðan gerum berum við saman A af I við A af ló og ef það er í lagi þá höldum við áfram. Ef hins vegar A af I er stærra en jafnt á A af ló að þá
hérna erum við búin í þessari innri lykkju og förum í þessa næstu lykkju hér. Þannig að við sjáum hvað að gerast hérna. Bendarnir færast innan við þar til að þeir komin á stökum sem þarf að skipta á. Hérna þá allt reikniritið, þess að yfir rútínan. Við erum hérna með sortrútinu sem tekur fylki A á comparable stökum og upphafsstakið og lokastakið í fylkinu. Við erum með hérna grunntilfelli, ef hæ minna en jafnt og low, þá þýðir að við erum með eitt eða fylkjastak einum eða minna, þá þarf ekki að gera neitt. Annars, þá framkvæmum við hérna þessa skiptingu og köllum síðan endurkvæmt á vinstri hlutan annars vegar og hægri hlutan hins vegar. Og það alltaf sömt. En áður við framkvæmum þetta endurkvæmakall, þá erum við hérna með þessa uppstokkun. Við stokkum fylki fyrst og röðum við síðan. Af hverju ætlum við síðan að stokka það? Jú, góður punktur. Meðalhegðunin á þessu reikniriti mjög góð. Verstafallshegðunin þessar slæm. Og meira þess að hún slæm í mjög sérstöku tilfelli sem okkur finnst mjög mikilvægt sem hvað verstatilfelli hérna? Fyrir raðarlisti, öfuglisti. Ef hann bæði eru nokkurn veginn rétt, ef hann raðaður, þá þá sjáum við að partition gerir ekki neitt. Og það mjög algengt að fylki sé tiltölulega vel raðað. Þannig að stokkurinn svona leið til þess að komast fram hjá því. Hérna svona smá trace á reikniritinu. Við byrjum með þetta dæmi hérna. Þetta fylkið með 16 stökum, quick sort example. Framkvæmum síðan hérna stokkun og fáum þá þetta fylki hér. Og þá K veltistakið. Við skiptum fylkinu í þessa tvo hluta. Fáum annars vegar hlutfylki að stærð 5 og hins vegar restina sem þá að stærð 10. Síðan ráðumst við endurkvæmt á vinstri helminginn og þá núna veltistakið og takið eftir hvað gerist, það endar næst aftast. Þannig að E kemur eftir og A og C kemur undan en hitt færist hérna fram af við. Það akkurat vegna þess að bendirinn muniði, hann stoppar þegar hann komið í jafngilt stak. Þannig við endum raunin á því að við myndum ég veit ekki af hverju þetta endar eitthvað svona, en þetta allavega endar hérna vinstra megin. Þá erum við aftur komið 2 lítil fylki af stærð 3 og stærð 1. Næst þetta orðið skiptistak og við fáum A og C og síðan raðast þau upp í 2 hlúta og þetta einfalda fylki hér líka. Og eftir þessu köll þá erum við komið með vinstri hlutan raðaðan og þá gerum það saman með hægri hlutan. Við tökum fyrsta stakið sem L, skiptum út frá því. En þá kemur í ljós að L minnsta stakið í fylkinu, þannig að eftir situr rauninni samskonar fylkið sömu stærð. Og þá það P sem verður næst skiptistak og það skiptist yfir í þessi 2 og þessi 6 og svona haldum við áfram. Ok, einhver komment?
Það ætti að vera tiltölulega þægilegt að rekja sig gegnum þetta og sjá hvernig þetta virkar. Skulum kannski líta á hvernig þetta lítur út hérna í þessu demo. Tökum við síðan til að mynda, nú erum við komið með, það er eiginlega ekki hægt á þessu. Takk eftir þarna í fyrstu umferðinni þegar þú skiptir sér þessu tvo hluta. Nú erum við komið með fyrir hlutin hérna fyrir ofan og seinni hlutin hérna fyrir neðan. Seinni hlutin alveg ókláraðar, skiptum honum upp. Svo framvegis. Tökum við þegar þetta nokkuð með raðað. Hún ekki að gera mikið vinnu, rauninni álíka mikla. En hvað þetta þegar þetta Hvað segirðu? Já. Maður þyrfti helst ekki að hægt á þessu til þess að átta sig á þessu nákvæmlega. Já, takk eftir þessu. Sko, þetta er nefnilega aðeins öðruvís útfærsla. Í staðinn fyrir að raða öllu fylkinu upp að við, eða stokka það, að þá þess í stað þá veljum við alltaf slempistak sem veltistak. Já. Er til betri aðferð til þess að leita að veltistaki heldur en að taka eitthvað að handahófi? Góð spurning. Það eru margar útfærslur að þessu, kom til að sjá nokkrar hugmyndir. Það er hægt að rauninni bókstaflega leita eftir besta skiptistæki. Það hins vegar tekur mikinn tíma að finna miðstækið og er ekki nægilega praktist. Fyrir ekki það? Taka úrtak, mjög góða punktur. Það er einu hugmynd. Einfaldasta leiðin útfærslan af því væri þess að taka úrtak á stærð 3. Og það er oft tekið sko að fyrsta, aftasta og miðstækið, stækið í miðjunni. Og fundið miðgildið af þessum 3 og nota það sem veltistak. Það er hægt að taka fleiri. Það er líka hægt að taka eitthvað safna á handahófi og velja þessum úrtak, já. Málið er að þá erum við að gera aðeins mikið af slembivali og það er töluverður kostnað við það að finna gott veltistak. Hugmyndin með þess er svo, já, ef við bara stokkum þetta í upphafi, þá erum við þar með rauninni að gera þetta slembival alltaf. Og þannig spurning með trade-off milli þess að hvað eigum að leggja mikla orku í að velja gott veltistak versus hvað fáum mikið hagnað út úr því. Og þeirra mat er það að þetta sé hagkvæmasta leiðin, almennt talað, að leggja ekki mikið í það en samt gera það af handahófi. Hérna taka þeir fyrir nokkuð tilvik sem hægt er að bæta eða umbæta. Til að mynda, það væri hægt að framkvæmda partitioning með því að nota aukafylki. Og þá getum við gert partition þannig að það verði líka stöðug, verði stable aðferð. En þeir meta það ekki sem þess virði. Típist. Nú, það er hérna tæknilega atriði í þessu sem þarfnast virkilega vandlegar skoðunar. Til að mynda, hvernig ákvarðum við hvort að við séum að koma þess að benda fram með hvort annan. Nákvæmlega hvaða tékk eru það sem við þurfum að framkvæma. Til að mynda, það er óþarfi að athuga hvort að jóð sé jafnt að lóð. Það er að sjá hvort að jóðbendirinn sé komin alveg niður í byrjunina. Af hverju?
Já, akkurat, hann getur ekki farið fram hjá jóðinu, hann myndi þá allan að stoppa þar og þá eru bendarnir orðnir í kross. Þannig að það mætti sleppa því skilyrði, en það er ekki hægt að sleppa hinu skilyrðinu. Og síðan er þetta lykilatriði hérna varðandi þetta ef þau eru með gildi sem er jafnstór. Að ef það eru jafnstór gildi, þannig að öll gildin er ekki mismunandi, að þá vill svo til að það er praktískara að stoppa þegar maður komin að jafngóð gildi heldur en þegar við verum heldur en að halda áfram. Þó að það væri gilt að halda áfram, þá er betra að stoppa þá og skipta á þeim. Og þeir eru hérna með gott dæmi þetta. Til að mynda, segjum við séðum fylki, öll stökin á sömu stærð. Við merkjum þetta fyrsta veltistak með dökkgrænu. Hver væri útkoman út úr hérna einni umferð af partitioning, samkvæmt þessu? 1, 2, 3. Hugsið aðeins. Hvað margir segja fyrsta? Hvað margir segja annað? Saman, þið verður að taka það. Þriðja. Að gera þegar maður svona, það er erfitt að sitja undir fyrirlesturum, þess vegna maður að gera það sem maður getur til þess að reyna að beita sig einhvern veginn. Þess vegna er erfitt að standa að svara þér á töflunum. Afsakið. Ok, herðu, það var mistök. Það sjáðu það er miðgildið. Það er akkurat snýst að því vegna þess að við stoppum alltaf til að mynda í fyrstu umferðinni að þá myndi I einfallega bara stoppa hér, jóð myndi stoppa hérna og við skiptum að þessum tveimur. Svo færum við I aftur og færum jóð aftur og stoppum og skiptum á þeim tveimur. Og lokum skiptum á þessum tveimur og þess vegna endar stæki hérna alveg í miðjunni. Ef hins vegar við hefum haft á reglu að við stoppum bara ef stæki sem við erum á er sem sagt á röngum stað, þá myndum við enda með þetta hérna. Þannig að þá fer jóðið, en I'ð færist á alla leiðinni hérna út eftir og þá sitjum við eftir með svona stórt undirfylki. Og það er augljóst að þetta er miklu betri útgáfa heldur en þessi hér. Þannig að þetta er svarið við þessu seinna hérna. Ef við stoppum ekki þegar við erum í jafnstór gildi, þá endum við með þetta neðsta hér. Akkur segja toppan, já. Ég er ekki sammála því. Þú myndir byrja að fara I'ð, er það ekki? I'ð færist allavega upp. Ok, greining á þessu. Versta tilfelli er þegar fylkið er að. Vegna þess að þá sjáum við að skiptingin framkvæmur ekki neitt, hún gerir ekki neitt. Eftir situr raunir restina af fylkinu. Það eina sem er komið rétt á stað er þetta eina stag og við hefum ekki breytt hinu neitt. Síðan höldum við áfram þá endurkvæmt, þannig að ef við erum fylgjastað enn, þá þurfum við enn umferðir og við fáum raunir sömu tímaflæki og við erum með fyrir insertion sort eða selection sort, sem er ekki nógu gott. Í besta tilfelli þá er tímaflækjan n log n. Það er þegar við skiptum makro til helminga. Þá getum við leitt það út, er það leitt út hérna? Nei. Þá getum við séð að þetta fylgir þá sömu reglu eins og með merge sort. Ef við skiptum í 2 helminga, kallum endurkvæmt og hvort helming, tökum línulega tíma í að framkvæma skiptinguna, þá erum við með sömu tímaflækju, n log n. Einu munurinn sá að í merge sort þá gerum við endurkvæmu kallið fyrst og síðan leggjum við á þessa línulega vinnu. Í quick sort þá byrjum við að gera alla vinnuna og framkvæmum síðan þessi endurkvæmu kall. En aðalmálið er það, og ástæðan akkur þetta gott reiknit, er það að með vænti fjöldi samanburða er lítill. Það er það bil 2 sinnum n sinnum í náttúrulega lógaritminu n. Hérna erum við nákvæmlega útgáfa af þessu.
Nú 2 sinnum náttúrulegi lógarithminn það bil 1,4 sinnum lógarithminn með grunntölu 2. Þannig rauninni þetta reiknið framkvæmið 40% fleiri samanburði heldur en Merge-sort að meðaltali. Samt þetta talið og þetta keyrir almennt talað á minni tíma. Nú við slum byrja þess að líta á, ég ætla að sýna ykkur þetta, fara í gegnum þessa útleiðslu sem dálítið tæknileg og verður ekki til prófs, en við lærum kannski eitthvað á því. Málið að við getum sett þetta upp sem svona mismunarjöfnu. Við framkvæmum, þegar við erum n-stök, þá framkvæmum n+1 samanburð og síðan framkvæmum endurkvæmköll, en málið að það eru þessi endurkvæmköll kostnaður á þeim fer eftir stærðina þessum undirfylgjum. Og þá þarfum við að taka fyrir alla möguleika hver stór þessu undirfylgi eru. Til að mynda, við getum verið fylgjastarð 0 og fylgjastarð n-1, þannig að þetta skiptist algjörlega ójafnt. Líkurnar á því 1 deilt með n fjöldastaka. Ef skiptistakið var minnstastakið, þá þetta kemur til greina. Ef það var næst minnstastakið, þá skiptist þetta sem 1 og n-2. Líkindan á því 1 deilt með n líka og kostnaður við það þessi kostnaður hérna. C1 sem sagt kostnaður við fylgjastarð 1, Cn fjöldi samanburður með fylgjastarð n-2. Svona förum við gegnum alla möguleika og fáum þessa mismunar við hér. Hún dálítið flókin, en það hægt að leysa úr þessu á þess að það sé mjög erfitt. Við notum einfaldlega algebru, tökum þetta saman, fáum þessa summu hér, eftir að við erum búin að margfalda með n-i. Og þá gerum við hérna þetta tikk. Við tökum þessa jöfnu og draugum frá henni sömu jöfnu sem gildir fyrir n-1. Og þá styttast út allir þessi minnsturliðir hérna. Og eftir situr þessi munur hérna munurinn á n sinnum n-1 og n-1 sinnum n og sá munur 2n og síðan síðasti liðurinn sem eftir. Og nú erum við komið með mun einfaldari endurkvæmaformúlu. Við getum einfaldað þetta með því að setja þetta svona með því að deila með hérna n sinnum n+1 og fáum þessa formúlu hér. Og þá sjáum við að þetta sem hérna vinstra megin, þetta ákveðið minnstur, C af n deilt með n+1 og C af n-1 deilt með n. Og við getum ítrekkað flett ofan að þeirri formúlu og þá fáum við þessa runu hérna sem virðist vera flókin, en þetta runni þetta sem þessi summa hérna, 2 n+1 sinnum þessu summa 1/3, 1/4, 1/5 og svo framvegis. Við getum fengið mjög nákvæmt gildi á þessu með því að finna einfaldlega heildið í staðinn fyrir summuna. Þá fá við heildið af formúlunni 1 deilt með x. Og heildið af 1 deilt með x log af x. Þannig eftir situr að þetta log með náttúrulega logri sem sagt. Þannig að 2 sinnum n+1 sinnum náttúrulega logrunum n. Og það það bil 1,4 sinnum n log n. Ég veit að þetta verður heavy, að þetta eins og ég segi, þetta ekki til prófs, einhver athugasemdir. Þetta semst myndi á heima í meira advanced kursi. En þetta dæmi að það hægt að taka svona flókinreiknið eða flóknar formúlur og finna á því í rauninni mjög nákvæma lausn. En til þess að við getum fengið trú á því að þetta sé að virka, þá mikilvægt að við notum þessa stokkun til þess að gangi að þetta sé jöfn líkindi og rauninni þetta greiningaverkefni töluvert flókið. En við skoðum gerum hér mælingar á reiknitinu, að þá fáum við eftirfarandi samanburð. Við vorum búin að skoða hérna insertion sort annars vegar og merge sort hins vegar og hérna og þá sjáum við að
merge sort sem sagt 1 sekúndu með 1.000.000 stök á heimatölvu og 18 mínútur með 1 billjón stök. Quicksort það bil 40% hraðvirkari, 0,6 sekúndur og 12 mínútur. Þannig að niðurstaðan sú, eins og áður, góð reiknirit mikilvægari en ofurtölvur, en frábær reiknirit líka betur heldur en góð. Þannig að þetta svona samantekt. Verstafallstímaflækjan slæm, hún ein slæm eins og selection sort, en líkinir að það gerist ef við framkvæmum þessa stokkun eru óhemjulega lág. Ef við erum komið til að mynda 1000 stök, þá eru líkurnar gersamlega óverulegar að það geti gerst. Meðaltali þetta 39% fleiri samanburðir, en samt sem áður þetta hraðvirkara vegna þess að við gerum færri tilfærslur á gögnum. Þessi stokkun mikilvæg til þess að gefa okkur tryggingar á hegðuninni í versta falli. Já, þá komum við að langri pásu. Ég held að ég má fara hér út, eða ekki? Ég sé fyrir mér þarna keisna sem að eldurinn dreifast á hratt og hann verið skóla. Það var virkað að skilja það. Ok, þetta var ekki leiðin til að fara. Það ekki. En við okkur kvöld.
Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing. Yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing. Yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing. Yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing. Yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing. Yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing. Yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing. Yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing. Yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing. Yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing. Yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing. Yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing. Yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing. Yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing. Yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing. Yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing. Yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing. Yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing. Yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing. Yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing. Yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing. Yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing. Yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing. Yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing. Yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately.
Þetta rýmingaræfing, yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing, yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing, yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing, yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing, yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing, yfirgefið húsið án tafar. This is an evacuation exercise. Please evacuate the building immediately. Þetta rýmingaræfing, yfirgefið húsið án tafar. This about the time complexity, right? In your homework, there was assignments, right? Basically, you give a function 0.02 1.02x plus c, right? 1.02x, and this is log graph. Yeah. That's the slope, right? So basically, this was like, okay, what's the time complexity for this function, right? And I said n log n. Can be n, because if you perform a double ratio test, right, the function always doubles and more than doubles. You know, it's a bit more. And you guys said it's n. I don't get it. Well, you see, the 0,2 is supposed to be experimental. It's a factor of involving these things that are factor making. There's something that's going on with it. Because
So actually what we're seeing is something like an X. Also, 1.02 is but it's all approximations are like so confusing sometimes. So it's correct both say n log n and n, right? Because of this error, right? 0.0. Alright, okay. Halló, 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 halló. Já, þetta er svona, já. Heyrðu, ok. Þetta verður styttri tími en venjulega, en við getum haldið aðeins áfram. Í fyrsta lagi, já, hvað getum við sagt plássið hérna? Í partitioning þá notum við ekkert auka pláss. Við gerum það í því fylki sem við erum með. En það er aðeins auka pláss sem er notað. Hvernig stendur á því? Ef við skoðum kóðan, þá virðist ekki vera það neitt sem bendir til þess að það sé neitt auka pláss. Jú, það eru tveir bendar hérna í og jóð, en það er ekkert auka fylki neins að búa til. Og heldur ekki í leikirkóðunum, hvað er það nú aftur? Hvor er framhjá því? Ég fór framhjá því. Hérna er, nei, það er ekkert aukað, jú, það er eitt jóð hérna. Það er ekkert auka fylki. En af hverju erum við samt að nota auka pláss meira heldur en bara 2-3 gildi? Endurkvæminu, alveg rétt, af hverju? Endurkvæminu tekur pláss, já. Munið að það er vakningafærsla, fyrir hvert kall, þá er til ákveðið pláss sem er tekið frá á staflanum fyrir staðbæra breytur og benda til að fara fram tilbaka og svo framvegis. Þannig að það allt saman tekur pláss. Þannig að þá er það spurningurinn að meta hvað er mikið, hvað er dýptin á endurkvæmninni. Af því að þessi auka kostnaður sem fyrir hvert kall, að hann er nokkurn veginn svo sami. Þannig að spurning, dræð fyrir já. Þannig að það er það sem að verður til þess að það er ákveðin auka kostnaður. Hver er dýptin á endurkvæmninni? Dýptin er logarithmísk með háum líkindum. Það er að segja, við sjáum að ef við myndum skipta til helminga nákvæmlega, þá er hann akkurat log n á grunntölu 2. Hversu oft getum við helmingað eitthvað þar til við komum niður í 1 og það er akkurat log n á grunntölu 2. Hérna þá getur dýptin orðið meiri eða minni. Vegna þess að ef við splittum ekki alveg til helminga, þá getur orðið minna eða meira. En það er mjög ólíklegt að það skipti mjög ójafnt og líka þá er rauninni hægt að tryggja það að þetta sé ekki meira en logarithmískt pláss með því að ráðast alltaf á minna fylki. Í staðinn fyrir að taka endilega bara það sem er vinstri megin,
ef við ráðumst á það sem lítið, þá tryggjum við það að dýptin á endurkvæðinu verður aldrei mikil og þar með þörfin fyrir aukapláss. En skilgreiningin á in place samkvæmt kennslubókinni sú að plássið sé ekki meira en logarithmist. Þannig að já, við flokkum quicksort sem in place aðferð. Quicksort er hins vegar ekki stöðug aðferð og það vegna þess hvernig partitioning virkar. Stök færast til muniði. Og sérstaklega vegna þess að já, þau hliðrast til í fylkinu þannig að þau geta endað á mismunandi stað. Þau sem voru rétt áður verða mismunandi. Það er auðvelt að búa til dæmi þetta. Þetta er þá endanlega samanburður á þessum reikniritum. Merge sort er deterministic, ákvörðunbundin, quicksort notar slembni til þess að fá trygginguna. Versta fallið á merge sort er n log n meðan að quicksort er n í öðru. Fjöldi samanburða meðaltal er hins vegar 1,4 sinnum n log n. Þetta er fjöldi skiptinga. Merge sort er stöðug en ekki quicksort. Plássnotkunin á merge sort er línuleg meðan hún er því sem næst konstant fyrir quicksort. En matið er það að í heildina litið er quicksort hagkvæmari reiknirit. Þetta er maðurinn sem þróaði þetta reiknirit mjög snemma. Margt hann að segja. Eitt af því sem vísa í það að hann líka bjó til hugtakið nullbendi, eða null. Og kallar það my $1 billion mistake. Af hverju vegna þess að það verður svo margar villur sem það leitt til þess að þessari vegna að null samsvarar öllum mögulegum tögum. Það er svona smá útúrdúr. Skoðum hins vegar hvernig getur umbætt þetta. Hvernig getum við bætt í quicksort ennþá frekar? Og fyrsta hugmyndin sem kemur fram er svo eins og í merge sort, munið þið, þá vitum við að overheadið við þetta að vera að skipta þessu upp er töluvert, þannig að þegar við komum með virkilega lítil fylki, þá borgar sig að nota aðferð sem hefur kannski í versta fall eða í aðferðlu er mjög dýr, en fyrir lítil fylki getur verið hagkvæm. Og insertion sort er yfirleitt svo aðferð sem notuð. Þannig að hérna stingur upp á þegar að cutoff er 10 stök og þá skiptum við yfir í insertion sort. Og þetta er enda mjög sniðugt að það þarf ekki að gera það fyrir alveg í lokin. Það er að segja ef við hugsum við séum með þetta fylki og við skiptumst til einhverja búta og síðan skiptum við því búta og svo minni búta og þá getum við stoppað þegar bútarnir eru kannski minna heldur en 10 af stærð. Við þurfum ekki að klára allar bútana, heldur endar bara quicksort með því að þetta svona raða niður þessa búta og síðan gerum við eitt kall á insertion sort í lokin. Þá tekur hún fyrir alla þessa búta í einu. Það er vegna þess að bútarnir eru innbyrðis í réttri röð, en inn í hverjum bút erum við ekki í réttri röð. Og þá sjáum við að insertion munum við fjöldi samanburði mestalagi tilfærslan á stakinu, en staki fer aldrei út fyrir bútin sinn. Stak sem er hér, það fer aldrei lengra heldur en út að enda bútsins. Þannig að það má útfæra þetta svona. Já, hérna er hún kallar á það, en það má líka gera bara í yfir aðferðinni að einfalda bara stoppa bíða með þetta insertion sort hér og gera það bara síðan í lokin. Hvað annað getum við gert til þess að bæta aðferðinu? Þetta var akkurat í tengslu spurning sem kom að áðan.
ef við reynum að bæta aðeins valið á þessu veltistæki og við viljum fá sem næst miðgildi, þannig að ein hugmynd væri að taka eitthvað úrtak, til að mynda af stærð 3 og taka miðgildið af því. Og með því hægt að tryggja það að fái að þetta verstafall eða slæmtilvik komi ennþá síður upp. En við myndum þurfa að gera nokkuð ítarlega performance greiningu tilraunir til þess að meta hagkvæmnina á því. Vegna þess að við þurfum að gera nokkra samanburði, 3 samanburði til þess að finna hvað miðstækið af 3. Hjálpar það nægilega mikið til. Jú, við erum akkurat áhuga á virkilega stórum fylkjum. Hérna svona hvernig þetta getur litið út. Við gerum hérna skiptingu og skiptum því síðan upp í búta. Og hérna vinstri helmingurinn orðinn fullraðaður. Síðan núna þetta skiptistækið. Og að lokum þá sitjum við með þetta fylki hér. Sem eins og sjáum alls ekki raðað, en það mjög nálægt í að vera raðað, vegna þess að stökin eru nokkurn veginn á þeim stað þar sem þau eiga heima. Og þannig ein keisla af insertion sort skilar þá þessu fylki hér. Ok, þetta quicksort, svona í grófum dráttum, grófspurningar. Nei. Þetta var 7, hægt að fólk English einhvers bakka. Já, ef við værum með aðferð sem væri alltaf n-log-n og teki ekkert aukapláss, þá værum við með fullkomna aðferð, ekki satt? Ok, það efni hérna á þessum glærum sem ég ætla ekki að fara yfir í dag. En það sem við þurfum að skoða núna, það skylt verkefni sem hugmyndin quicksort líka nær til yfir. Það að segja selection kallar það ensku. Það það að finna miðgildi í fylki. Miðgildi það fylki sem í miðjunni, það sem meðalstórt. Það ekki minnsta, ekki stærsta. Þannig að helmingur á stökunum minni en jafnt og hinn helmingurinn stærri en jafnt og þetta stakk. Almennt talað getum við talað það case selection, það að segja káta stærsta stækið, eða káta minnsta stækið náttúrulega. Nei, káta stærsta, já. Þannig að stærsta stækið þegar k er jafnt og 0 og minnsta stækið þegar k er jafnt og n-1 og miðgildið þegar k er jafnt og n deilt með 2. Hvernig förum við að því að finna slíkt? Og þetta eins og þau getið ímyndað okkur töluvert mikilvægt spurning. Við þurfum ofta að geta svara slíku. Gef mér það stak sem einhverju ákveðnum bili. Hvernig getum við leyst þetta? Þeir segja hérna, þessi auðvelt að leysa þetta á n-log-n tíma. Hvernig? Að finna miðgildið. Engin hugmynd. Einhver gefið það verkefni að finna miðgildið í fylki. Fylkið ekki raðað. Hvernig ósköpun ætlaði að finna þetta miðgildi? Nota einhverja aðferð sem þið þekkið til þess að hjálpa okkur við það. Ok, hvað fylki væri raðað? Hvernig finnið miðgildið? Akkurat, það stakið í því hólfi sem stærðan af fylkinu þessum tveimur.
Ok, þannig að ef fylki væri raðað þá er þetta ekki vandamál. Ok, hvað þurfum við þá að gera? Raða fylkinu, akkurat. Þetta er eitt dæmi um því hvernig röðin getur nýst á ýmsa vegu til að svara einhverju sem virðist ekki tala neitt neina röðun, en það einfaldlega einfaldar verkefni það mikið. Og röðun tekið jú ennilega en tíma. Hvað ef k er jafnt 1 eða 0? Ef við ætlum að finna stærsta stækkið, þá er auðvelt að gera það á línulegum tíma. Hvernig? Akkurat, labba í gegnum fylkinu að finna það sem er stærst. Saman með minnsta. Hvað með næststærsta? Er það auðvelt að gera það? Ha? Já, en ef það er ekki sorterað. Sama hvernig? Akkurat. Við getum haldið utan 2 stærstu stökin sem við höfum fundið og þá verðum við að gera alltaf 2 samanburði til að finna það. Það er aðeins meira mál að halda utan það, en það er hægt að gera það. Þess vegna hægt að gera líka fyrir 3 stærstu, þá erum við að koma með halda utan stærsta, næststærsta, þriðja stærsta. Það fer að vera alltaf meira og meira messi. Það er hægt að gera það. Ok, þannig að við vitum sumt af þessu er auðvelt að gera. Sumt n log n er ekki erfitt. Hvað með neðri mörk? Hvað eru nauðsynlegu tími til að leysa verkefnið? Ég segir, ok, augljóst að n er neðri mörk á það. Á hverju? Við þurfum að skoða all stökina, akkurat. Þannig að þá situr eftir spurningin, hvort er nú besta mögulega? N log n, er það besta mögulega mörk? Er þetta að finna neðri mörk sem eru n log n? Eða er þetta að finna efri mörk sem eru línuleg? Skemmtileg spurning og svarið er Nú, það er ekki komið, ok. Ok, pælum aðeins í þessari spurningu. Við erum með óraða fylki á stærð 37, við munum finna miðgildið. Það er það vantarlega fylkið stækkið í hólfi 18. Og við splittum út frá gildinu hérna A. A endar í hólfi af 0 endar í hólfi 14. Skulum gefa okkur það að allir gildir séu mismunandi. Ok. Ef A af 0 gildir í hólfi 14, hvar í fylkinu er þetta miðgildi núna? Er það vinstra megin? Er það hérna akkurat í þessu hólfi 14? Er það hægra megin í hólfi 15 til 36? Eða einhvers staðar annars staðar? Við ætlum að finna 18. stærsta gildið í fylkinu. Hvar er það staðsett núna? Eftir að við erum búin að gera partition. Fyrir ekki þau? Já. Akkurat. Þú segir að þau gildi sem er hérna frá 0 upp í 14, þau séu þá lægri heldur en það sem mætti að vera í hólfi 18, ekki satt? Vegna þess að þau sem eru hérna vinstra megin, þessi hérna stök, þessi stök öll ætti að vera minna en það jafnt og ef þau eru mismunandi stök, þá eru þau minna heldur en þau stök sem eru hérna megin. Þannig að ef þetta væri raðafylki þá ætti okkur að staka enda hérna í hólfi 18. Sem segir okkur, ef við gerum partition og setjum upp með þetta hérna, stök frá 0 upp í 14 stök, þetta er þá 15 stök, fyrir ekki það. Það er 15 stök hérna. Að við vitum að stakið okkar er ekki eitt af þessum 15. Því að við getum hent þessu hérna út og leita bara í þessum helming sem er hér. Ekki satt.
Þannig að ef við gerum svona partition, þá fáum við skiptingu og eftir hvaða gildi við erum að leita að, þá getum við vita að það annarkvort hlýtur að vera vinstra megin eða hægra megin. Við þurfum ekki að leita í báðum hlutum. Við getum losnað við annar hlutan. Og eftir situr það bil helmingur á stökunum. Þannig að það er lykil hugmyndin hérna. Þannig að við gerum eins og við erum að gera quicksort. Við skiptum þessu upp. En við þurfum ekki að raða báðum hlutum. Við þurfum bara að leita í öðru hlutunum sem getum hent út hinu hlutunum. Þess vegna verður þetta hraðvirkar aðferð. Þannig að eftir situr þessi aðferð hérna. Við erum búin að breyta þessum endurkvæmuköllum yfir í að það að við höldum áfram að gera rauninu partition alltaf í öðrum bútanum. Leitum annarkvort í vinstri eða hægri búta eftir hvort við á. Og þá getum við rökstutt það að þetta tekur línulegan tíma að meðaltali. Ástæðan er svo að þegar við gerum partition þá skiptum við það bil til helminga sem þýðir að við losnum við annan helmingin í hverju umferð. Þannig að þá situr eftir, ef við vorum með n stök, þá situr eftir n-deltum 2 stök í næstu umferð. Þannig í fyrstu umferðinni þá erum við að gera n samanburði til að framkvæma partition. Síðan sitja eftir n-deltum 2 stök og við gerum það bil það mörg stök til að skipta því upp. Og í hvers skipti helmingast alltaf fjöldinn, þannig að við fáum þessa summu sem er hér. Hver er þessi summa hérna? Muni eftir henni. Hvað kallar svona röð? Eða summa? Nei, þetta er ekki rakning hérna. What did you say? Hvað sagði þú? Not harmonic, no. Harmonic is when you have half plus 1/3 plus 1/4, etc. Hérna erum við með n sinnum rauninni 1 pluss hálfur pluss 1/4 pluss 1/8 pluss og svo framvegis. Og saman gerir þetta, ef þetta fer því óendanlega, þá gerir þetta nákvæmlega 2. Þannig að hérna, þessi ás hérna, hann tekur helmingin af 2 og eftir situr 1, tökum síðan helming af því, eftir situr hálfur, tökum helming af því og helming af því, tökum alltaf helmingan af hérna, því sem eftir situr. Samtals verður þetta aldrei meira heldur en 2. Þannig að heildarkostnaður er sem sagt 2.000 menn. Það má líka leiða þetta út á mjög formulegan hátt eins og við gerðum hérna með quicksort til að fá nákvæmlega hver lausnin á þessu er. Og það er rauninni svarið við þessu hér. Það er hægt að gera þetta línutíma að meðaltali. Það er líka reyndar hægt að gera það í verstafallstíma línulegum. Og það er gömul grein sem sýndi fram að þetta. Sú aðferð er hins vegar ekki skilvirk í praxis. Það er að segja fastarnir þarna eru of háir, þannig að þetta er yfirleitt ekki notað. Þetta er dæmi hvernig hugmyndin og quicksort og þessi slembni nýtist vel til þess að fá út hérna góða aðferð fyrir önnur verkefni. Ok, ég virki svo þreytt eitthvað, ég er að spája að hætta bara snemma. Og við skoðum þetta hérna í næstu viku, þegar við erum búin að fara í gegnum annað efni. Næsta efni sem við skoðum er önnur aðferð sem kallast heapsort og gagnagrunn sem tengist í sem kallast hrúga eða heap.